Kæru ráðstefnugestir, gaman að fá að vera hér í dag og virk til hamingju með 15 ára afmælið. Samstarfið á milli virk og Vinnumálastofnunar all land hefur verið gott frá upphafi og markmiðið náttúrulega sama hjá báðum aðilum, það að koma fólki til vinnu, annarkvort eftir heilsubrest eða atvinnumissi. Þema ráðstefnunnar í dag auðveldum endurkomu til vinnu og í erindi mínu hér á eftir þá ætla ég að kynna hvernig Vinnumálastofnun leggur sitt af mörkum við að koma fólki sem misst hefur vinnuna aftur til starfa með ráðgjafarþjónustu sinni. Öll þjónusta Vinnumálastofnunar á landsvísu og hér sjáum við starfsstöðvarnar. Það ráðgjafar- og vinnumiðlunar þjónusta á öllum stöðunum nema á Hvammstanga og á Skagaströnd, en þar eru greiðslustofa og fæðingarorlofssjóður staðsettar, og samstarfið við virk sem sagt líka á landsvísu. Þannig að Vinnumálastofnun sinnir mjög fjölbreyttum hópi atvinnuleitenda. Ráðgjöf og vinnumiðlun skiptist niður á 4 deildir á höfuðborgarsvæðinu, en á landsbyggðinni þá starfsemin ekki deildaskipt. En sem sagt hjá okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu erum við með deild sem kallast almenn ráðgjöf og það sem sagt þjónusta fyrir þá sem eru tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins, eru sem sagt á atvinnuleysisbótum. Og ég kem betur inn á þessa stigskiptingu á eftir í þessi verkefni sem sjást hérna á glærunni. Síðan það deild sem kallast sértæk ráðgjöf, AMS, atvinna með stuðningi. Það einstaklingsmiðuð þjónusta fyrir fólk með skerta starfsgetu. Síðan höfum við deild sem við köllum flóttamannadeild og þar flóttafólk aðstoðað við atvinnuleit. Og svo það fyrirtækjaþjónustan, fyrirtækjaráðgjöfin, sem ráðningarþjónusta innan stofnunarinnar. Almenn ráðgjöf svo deild sem sinnir þeim sem á atvinnuleysisbótum og þá bæði við íslenska og erlenda ríkisborgara. Og ég ætla að fara hérna nánar aðeins í hana. Byrja á því að kynna almennu deildina sem sagt og síðan tek ég þjónustu deildina koll af kolli. Í almenn ráðgjöfinni tókum við upp stigskipta þjónustu núna fyrir stuttu síðan og það sem ýtti henni úr vör var að árið 2022 óskuðu stjórnvöld eftir tillögum frá Vinnumálastofnun aðgerðir sem grípa þyrfti til í kjölfar COVID-19. Og á þessum tíma var mjög stór hópur fólks langtímaatvinnulaus. Tillaga frá Vinnumálastofnun aðgerðir gegn langtímaatvinnuleysi fékk brautargengi og ákveðið var að setja auki fjármagn til að efla ráðgjöf stofnunarinnar enn frekar frá því sem verið hafði. Og til var svokallað PC-verkefni sem PC stendur fyrir post-COVID. En samhliða var ákveðið að vinna líka markvisst með nýskráða atvinnuleitendur í þeim tilgangi að koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi á þeim hópi. Og þar var til -12 verkefnið. Og svo fyrir nánar yfir það hérna eftir, hvernig hvað þessi verkefni ganga. En í þessari stigskiptu ráðgjöf höfum við innleitt verkfæri sem auðvelda okkur að greina stuðningsþörf atvinnuleitenda í leit sinni að starfi. Og hvers vegna mikilvægt að greina hópinn? Það til að tryggja, til að meta þjónustuþörfina, og tryggja viðeigandi þjónustu. Það til að tryggja að þeir sem þurfa aðstoð til að komast í vinnu hafi forgang að ráðgjöf og stuðningi í atvinnuleitinni. Og það til að koma í veg fyrir ofþjónustu til þeirra sem þurfa kannski ekki stuðning, alveg sjálfbjarga. Og síðan það, þessi sem sagt tæki sem við notum til að greina hópinn, við notum annars vegar skimunarlista, sem spurningalisti sem að nýskráðir svara og annars vegar greiningarlista, það sem við notum sem verkfæri í vinnu með langtímaatvinnulausa.
skimunarlistanum svara þeir sem eru nýkomnir inn á atvinnuleysisbætur og fyrst ætla ég að útskýra hlutverkið. Það sem sagt hjálp við að greina skiptingu atvinnuleitenda í hópa með tilliti til þjónustuþarfar. Þessi listar nýtast við það og stuðla að betri greiningu og kortlagningu á styrkleikum og veikleikum í starfsleitaráætlun einstaklinga. Hjálpa til við að gera þjónustu og stuðninginn á vinnumarkaðinn markvissari og árangursríkari og hjálpa til við pörun á einstaklingi og starfi. Það koma miklar upplýsingar sem sagt út úr þessum fólk svarar þessum listum og niðurstöðurnar eru mjög gagnlegar fyrir ráðgjafana. -12 verkefnið, það er rauninni hugsað fyrir atvinnuleitendur sem eru nýkomnir inn á skrá og þeir svara spurningalista þegar þeir eru að staðfesta atvinnuleit í annað sinn. Það þarf alltaf að staðfesta atvinnuleit einu sinni í mánuði og þegar atvinnuleitandi staðfestir í annað sinn og yfirleitt þá búin að vera án vinnu í 6 til 8 vikur, þá svarar hann þessum spurningalista. Tilgangurinn með honum er að koma í veg fyrir að fólk verði langtíma atvinnulaust og þeir einstaklingar sem kom út þannig að það lítur út fyrir að þeir geti bara séð sig sjálfir í atvinnuleitinni, þeir eru látnir óáreittir ef ég má orða það svo. En þeir sem eru taldir þurfa lítinn stuðning, þeir fara í svokallað framlínuviðtal og þar tala við ráðgjafa í framlínuþjónustu þar sem farið yfir grunnþætti í umsókn þeirra eins og menntun, óskastörf, ferilskrá og síðan gerð starfsleitaráætlun. En þeir sem eru taldir þurfa töluverða stuðning ef niðurstaða skimunarinnar sýnir það, þá fara þeir í viðtal hjá ráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa í ráðgjafadeild og fara þar með í sama ferli og þeir sem eru langtíma atvinnulausir og falla undir PC-verkefnið. En PC-verkefninu ætla ég að lýsa núna. Það sem stendur fyrir post-COVID og þjónustan er hugsuð fyrir langtíma atvinnulausa sem eru búin að vera 12 mánuði eða lengur samfellt án vinnu, sem er gríðarlega langur tími. Atvinnuleitandi hittir alltaf sama ráðgjafann í þessu ferli, þannig að það getur myndast ákveðið traust á milli þeirra tveggja. Það byrjar sem sagt á því að einstaklingurinn er boðaður í svokallað greiningarviðtal og þar sem sagt notað spurningarlisti sem er gagnreyndur spurningarlisti sem Danir hafa notað í þjónustu við langtíma atvinnulausa og hann gefur vísbendingar vilja og getu einstaklingsins til að fara aftur í vinnu. Svo þjónustuþörfin, hún metin og það náttúrulega ráðgjafinn sem metur hana og matráðgjafa byggir á niðurstöðu greiningarviðtalsins og listinn styður ráðgjafi að finna út hvað hefur mest áhrif á starfsmöguleika viðkomandi og hvaða inngrip henta í atvinnuleitinni. Þeir einstaklingar sem ráðgjafi og atvinnuleitandi sjálfur telja vera færa að finna starf án frekari aðkomu ráðgjafa, þurfa að gera starfsleitaráætlun og skila inn virkniskýrslu mánaðarlega. Það sem gera grein fyrir hvaða störf þau hafa sótt þann mánuðinn og í hvaða virkni þeir hafa verið. En annars þeir í rauninni á eigin vegum í atvinnuleitinni í 2-3 mánuði að fyrsta viðtali loknu. Ef ekkert hefur gerst að þeim tímaliðnum, sem sagt eftir 2-3 mánuði, þá staðan tekin aftur. Svo eru þeir sem að telja sig þurfa stuðning og ráðgjafi telur þurfa einhvern smá stuðning, ekki mikinn stuðning. Þeir fara inn í sama ferli með virkniskýrsluna og starfsleitaráætlunina og hinir sem eru sjálfbjargalveg, en fara að auki á einhvers konar námskeið sem talið gagnast þeim í atvinnuleitinni. Svo eru einhverjir sem eru kannski bara ekkert vinnufærir og ef að sú niðurstaða fæst eftir viðtalið, þá máli vísað til teymis sem var stofnað í tengslum við þetta verkefni, samstarfsteymis VIRK og Vinnumálastofnunar, þar sem eru starfsmenn frá báðum stofnunum, ráðgjafar all land, ráðgjafar Vinnumálastofnunar geta sent mál til þessa teymis sem metur það og ef að niðurstaðan svo
að einstaklingur eigi líklega heim í endurhæfingu, þá hægt að vísa honum beint til virk, án tilvísunar læknis. Þetta nýnæmi í þjónustunni og samstarfinu. En hugsanlega kemur læknis seinna meir að ferlinu, en þetta sem sagt, nýtt nýnæmi. Það mikil eftirfylgd með öllum, eða mismikil, eftir þjónustuþörfinni. Hvort sem við fara eru sem sagt sjálfbjarga, eða þurfum einhvern stuðning, eða þurfum að fara í endurhæfingu. Þá alltaf einhver eftirfylgni. Svo það, ef kemur upp grunur eða bara viðkomandi segir að hann við vímuefnavanda að stríða, þá einstaklingi bent á að hafa samband við SÁÁ og koma sér í samband við ráðgjafa þar, og ef til meðferðar kemur, þá hægt að gera svokallan endurhæfingarsamning. Ég kem betur inn á hann á eftir þegar ég fer yfir úrræðin sem við höfum upp á að bjóða. Í PC-verkefninu við í samstarfi við Háskóla Íslands, og það bara til að meta árangurinn af verkefninu. Það ánægju eða mat þáttakenda af ráðgjafaþjónustunni hjá Vinnumálastofnun og hver eru afdrif þeirra sem við komum að í þessum verkefni, þeim einstaklingum sem fór í gegnum það. Já, eins og ég kom inn á áður ég minnst á þjónustu og þjónustuþörfina. Það alltaf ráðgjafi sem metur þjónustuþörfina og úrræði eru valin út frá henni í samráði við atvinnuleitandann. Ráðgjafa viðtölin eru alltaf grunnur þess stuðning sem viðkomandi fær. Það byrjar allt í viðtalinu og það einstaklingsbundið hversu tíð viðtölin eru. Það bara eftir stuðningsþörfinni. Fyrsta viðtalið sem við köllum greiningaviðtal, það alltaf staðviðtal, en seinna í ferlinu hægt að bjóða upp á Teams-viðtöl eða símtöl. Á næstu tveimur glæðum þá ætla ég að sýna ykkur þau úrræði sem við erum að nota í ráðgjöfinni hjá Vinnumálastofnun. Vinnumiðlunin mjög stór hluti þar sem við erum að reyna að koma fólki í starf. Það alltaf markmiðið. Og það fyrir drjúgur tími í það að skoða störf og miðla fólki í störf sem það getur hugsað sér að fara í. Vinnustaðaþjálfun, það úrræði þar sem einstaklingur getur farið inn á vinnustað og það gerir samningur að hann sé þar í þjálfun og fá að kynnast vinnustaðnum og öðlist þar með reynslu á vinnumarkaði. En það að gera þennan samning til alltaf 13 vikna, ég vildi nú styttri. Og þarna öðlast einstaklingurinn allavega einhverja reynslu. Og þetta kannski fyrir þá sem eru búin að vera lengi frá vinnumarkaði eða eru mjög taldi vera í erfiðleikum eða með litla ráðningarhæfni. Endurhæfingarsamningur, það sem sagt samningur starfstengda endurhæfingu. Það úrræði sem við einmitt notum mikið í samstarfi við Virk og fleiri endurhæfingarstöðvar. Þannig að ef einstaklingur metinn þannig að hann þurfa á endurhæfingu að halda, þá gerð endurhæfingaráætlun sem við fáum í hendur og á henni byggist endurhæfingarsamningur og hann lýsir sig þannig að einstaklingurinn þá í rauninni í skjóli, þarf ekki að vera í atvinnuleit í alltaf 13 vikur og sem sagt ef hann þarf eitthvað lengri endurhæfingu heldur en það, þá þarf hann í rauninni að fara á aðra framfærslu. Ráðningarstyrkur, það eitt af sterkari verkfærunum okkar. Hann lýsir sér þannig að það sem sagt fyrirtæki ræður einstakling í starf og með einstaklingnum fylgja alltaf 370.000 krónur sem styrkur í 6 mánuði. Og þetta mjög öflugt verkfæri hjá okkur. Margir sem að fara út á vinnumarkaðinn gegnum þetta. Frumkvæði eitt af úrræðunum, en þá fær einstaklingur tækifæri til að sinna stofnun eigin fyrirtækis eða þróa eigin viðskiptahugmynd í alltaf 6 mánuði og á þessum 6 mánuðum fær hann góðar leiðbeiningar frá ráðgjöfum stofnunarinnar ásamt kennslu frá utanaðkomandi aðila í sambandi við að stofna fyrirtæki.
og gert ráð fyrir svo, eða það gengi út frá þau í framhaldinu þá stofni eigandi fyrirtæki og skrái sig að minnsta kosti hlutastarf. Svo erum við ýmis námskeið, það eru starfsleitarnámskeið, það eru sjálfstyrkingarnámskeið, það eru íslensku námskeið fyrir erlenda ríkisborgara, það eru grunnnámskeið í tölvunotkun og fleira. Og síðan gefst atvinnuleitendum sem eru atvinnuleysisbótum tækifæri til að vera í námi, en það gilda ákveðnar reglur í kringum það sem eru bara bundnar í lögum. Þá það næsta deild, það þessi úrræði sem ég var að lýsa núna, bara að taka það fram, þau gilda ekki bara fyrir PC og -12, heldur alla sem eiga rétt á atvinnuleysisbótum. En nú komum við að næstu deild sem sértæk ráðgjöf, þjónusta vegna skertrar starfsgetu, í daglegu tali tölum við bara AMS, atvinna með stuðningi. Þar fer fram margþætt þjónusta fyrir atvinnurekendur sem vilja ráða öryrkja og atvinnuleitendur með skerta starfsgetu í vinnu. Ráðgjafar í AMS, þeir sjá vinnusamningu öryrkja, en í gegnum hann fá fyrirtæki greiðslur með atvinnuleitendanum. Það mjög breiður hópur fólks í þjónustu hjá AMS með mismikla vinnufærni, reynslu og menntun og þetta fólk óskar eftir störfum á almennum vinnumarkaði. Þarna mjög einstaklingsmiðuð þjónusta og það mikil eftirfylgd á vinnustað. Eftir að það ekki bara að koma fólki í starfið, heldur mikil eftirfylgni þegar að því takmarki náð. Ávinningurinn af þessu mikill og allir hagnast fjárhagslega, faglega og félagslega. Svo það flóttamannadeildin. Þar eins og nafnið gefur til kynna, þjónusta við flóttafólk. Vinnumálastofnun þátttakandi í samræmdri móttöku flóttafólks og starfar ekki sérstaka deild, það þessi flóttamannadeild. Og þar fyrst og fremst áhersla lögð á að koma fólki sem fyrst út á vinnumarkaðinn, vegna þess að það talin svo stór þáttur í aðlögun að íslensku samfélagi, að komast út á vinnumarkaðinn og vera virkur. Þar fær flóttafólk aðstoð við gerð ferilskrár, það skráð á íslensku námskeið og hvatt til annarar virkni á meðan það bíða til starfi. Ráðgjafar í flóttamannadeild nota tæki sem við kallum landnemann og heitir landneminn. Þetta heildrænt kennsluefni í samfélagsfræðslu á mörgum tungumálum. Vinnumálastofnun og Mímir gerðu þetta í sameiningu og þetta samfélagsfræðsla fyrir fullorðna, þar sem farið yfir ýmisleg réttindi og skyldur og fleira. Og talið auðvelda flóttafólki aðlögun að íslensku samfélagi. Svo það fyrirtækjaráðgjöfin. Þar þjónustan við atvinnurekendur, atvinnuráðgjafar, skrá störf, þeir auglýsa þau og senda ferilskrár þeirra sem eru á atvinnuleysisbótum til atvinnurekenda. Og þar með náttúrulega aukast líkurnar á að fá starf. Það leitast við að veita einstaklingsmiðaða þjónustu sem sniðin á óskum atvinnurekenda og öll þjónustan atvinnurekendum gjaldfrjáls. Það kostar ekkert að skrá starf hjá okkur eða auglýsa það. Og þarna komum við aftur á ráðningarstyrknum sem eitt helsta verkfæri, þar sem að styrkurinn inn í starf tæpar 370.000 krónur í 6 mánuði. Og þetta gríðarlega mikilvægt verkfæri í að skapa ný störf og að koma fólki í vinnu. Vinnumálastofnun tekur þátt í samstarfi vinnumiðlana á Evrópska efnahagssvæðinu, EURES svokallað. En nú hef ég lokið þessari yfirferð á þjónustu Vinnumálastofnunar við atvinnuleitendur og í lokin vil ég ítreka að samstarfið við VIRK hefur verið farsælt og það mun væntanlega aukast á næstu mánuðum, þar sem verður að hlaupa stokkunum 9 verkefni sem þegar hefur verið minnst á í morgun. Páll talaði þetta hérna áðan og það snýst stuðning við ungt fólk í viðkvæmri stöðu. Þetta samkomulag ráðuneytisins og Vinnumálastofnunar, VIRK og Samtaka atvinnulífsins. Það var undirritað núna bara í byrjun maí. Og þetta verkefni til 3 ára, þar sem unnið eftir hugmyndafræði EPS og markmiðið að fyrirbyggja ótímabært brotthvarf ungs fólks með geðraskanir
og auka samfélagslega virkni ungs fólk sem ekki í vinnu, námi eða starfsþjálfun, nýt hópsins. Þetta verkefni svona í burðarliðnum og bara mjög spennandi og við hlökkum bara til samstarfsins áfram við VIRK og þar með þakka ég fyrir mig.